Gestafréttakonurnar Margrét Karlsdóttir og María Ágústsdóttir fengu hljóðnema og myndavél í hönd og fóru allan Fjölbrautaskóla Suðurnesja á uppbrotsdegi sem var nýlega. Yfir til ykkar, stelpur. Komið sæl. Nýlega hefur Fjölbrautaskóli Suðurnesja verið valinn sem stofnun ársins og ætlum við hér, 2 úr FS, að taka viðtal við nokkra nemendur. Komið með. Hvernig finnst ykkur í FS? Þetta bara geggjað skóli, besti skóli á landinu. Ég tek bara undir þetta er bara alveg hárrétt hjá honum Loga hérna. Hvað er það besta við FS? Ég myndi segja félagslífi. Já, við eyðum miklum tími að reyna að halda félagslífinu góðu hérna, þannig að við erum mjög stoltir af félagslífinu. Hvað finnst ykkur skemmtilegast við FS? Bara félagslífi. Bara stemmingin, krakkarnir, gaman. Hvernig finnst ykkur uppbrotsdagurinn sem er í dag? Mér finnst það geggjað. Mér finnst það mjög skemmtilegur. Hvað eru þið búin að gera? Farið fótboltaspil og boccia. Hvernig finnst þér að FS er með svona uppbrotsdag? Þetta er bara frábært sko. Þetta er svona breyti sem á til sko. Myndirðu vilja hafa hann oftar? Jú, allavega 2-3 ári. Hvað ertu að gera núna? Ég er að lyfta hérna með 2 góða félaga, Alexander og Kára, taka backfæri svona. Og hvernig er það? Valdurðu þetta? Já, ég valdi þetta. Ertu spenntur fyrir einhverjum næstunni hjá FS? Já, þetta starfslaupið, við grænir ætlum að sigra hérna. Áfram grænir. Áfram grænir. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Já, hvernig finnst ykkur að vera í FS? Það er geggjað. Mér finnst það bara drullu fínt sko. Já, finnst ykkur félagslífið gott hérna? Já, mjög gott. Það er það besta við skólan. Hvaða viðburður finnst ykkur búin að standa mest upp úr og hvað að vera að gera á honum? Spyrir hann fyrst Í dag? Eða bara, þú veist, hvað er bara undan nemendafélaginu? Hvaða viðburður hefur staðið mikið upp úr? Það hlýtur að vera hljóðnemin. Já. Eða ekki? Hvað að vera að gera þar? Ég veit ekki, það er bara mest stemmarinn þar, skilur þú? Já, ég meina við tókum sönginn og það var geggjað. Hljóðnemin. Birna, hvað finnst þér að FS sé með svona uppbrotsdag í dag? Mér finnst mjög skemmtilegt að hafa svona skemmtilega tilbreytingu og þetta er mjög gott fyrir félagslífið hérna og svona. Já, er gott félagslíf í FS? Já, mér finnst það mjög gott. Hvað finnst þér búið að vera skemmtilegast í dag? Ég er búin að fara í körfubolta og það var mjög gaman og ég er núna að fara að horfa á Sódóma Reykjavík myndina. Já. Og ég er mjög spennt fyrir því. Finnst þér að öðrum nemendum sé búin að finnast gaman í dag? Sérðu það á fólkinu? Ég sé það á fólkinu, algjörlega. Finnst þér að FS ætti að gera meira svona? Já, mér finnst það. Hverju myndirðu þakka það að FS sé stofnun ársins? Það er fyrst og fremst bara góðum og öflugum starfsmannahópi sem er hérna. Menn eru hérna, þetta er samheldinn hópur, búin að vera lengi og heldur vel saman. Þannig að andrúmsloftið er mjög gott og starfsandinn er mjög góður. Fyrst og fremst það sem skapar þetta. Já. Hvað gerir FS að svona flottum og góðum vinnustað? Er það bara starfsfólkið eða er það eitthvað fleira sem fylgir því? Það er ábyggilega margt en fyrst og fremst er það starfsfólkið. Andinn í kringum starfið og við reynum síðan eftir því sem við getum að búa vel að starfsfólkinu og í sameiningu þá skapar þetta bara jákvætt og gott andrúmsloft. Hvað er mest á döfunni? Eru einhverjar breytingar? Hérna? Já. Engar svona sem eru alveg að smella en við vonumst til þess að það verði byggt við skólan. Við þurfum að bæta starfsnámsaðstöðuna hjá okkur. Núna er verið að reyna að vinna því að koma upp svona FabLab aðstöðu en til þess þá þurfum við mögulega að leigja húsnæði. Þannig að þetta er svona okkar hugmyndir. Það er að halda áfram að bæta við og auka þjónustu við almenning hér á svæðinu og nemendur. Hvað finnst ykkur vera skemmtilegast við FS? Mér finnst bara nemendurnir svo frábærir hérna. Eins og dagurinn í dag, maður sé bara að það er allir svo glaðir, svo skemmtilegir, svo tilbúnir í þetta. Það er roksala hér, við erum að selja sérst Arnöld og Matatorgið, það er allir bara spenntir og kátir. Já, ég er alveg sammála. Mér finnst bara þessi fjölbreytileiki sem við höfum í þessum skóla. Mér finnst hann svo skemmtilegur. Já. Og voru þið eitthvað að plana þennan uppbrotsdag? Standið þið eitthvað bak við þetta? Kannski aðeins í að aðstofa í plönun. Já. Það er svona, maður komið svona aðeins reynslu í svona þessum praktísku atriðum, þannig að hérna, maður er svona að hjálpa til við það. Við erum alltaf að læra reynslunni. Já. Og hvað, er eitthvað spennandi sem á eftir að gerast restina af deginum? Það verður mjög skemmtilegt á sviðinu á eftir held ég. Svakalega spennandi. Það verður mjög skemmtilegt. Og Matatorgið lítur alveg svakalega vel út, verður mjög fjölbreytt.
enda eru allir spenntir fyrir því. Já. Hvernig virkar þetta matartorg? Er það á vegum skólans eða er einhverju utanaðkomandi að koma? Nei, þetta er á vegum skólans og hér er bara hann Bruno, matvæslumestarinn okkar. Hann hefur yfir umsjón og svo bara eru allir starfsmenn skólans að hjálpa til. Kaupið er svona armband og þá getur við fengið í rauninni bara hvað sem er. En hvað finnst þér uppróðsdaginn sem er í dag þegar við endum þetta svona góðum nótum? Ég held að það sé bara mjög flottur og ég vona bara nemendur kunna meta og skemmti sér vel. Verða að brjóða upp á ýmislegt og breyta upp á nýjungum og ég verða bara að vona að nemendur njóti dagsins og hafi virkilega gaman að það. Brjóta upp skólastarfið, prófa eitthvað nýtt sem ég held að sé mjög jákvætt.